Velkomin í samræðuna. Í dag glímum við spurningu sem liggur eiginlega að rótum Biblíunnar sjálfrar, sambandið milli Gamla og Nýja testamentins. Við erum með texta sem spanna allt frá spáðum Jesaja yfir í Salma og til brefa Páls postula. Allir virðast tengjast atburðum í lífi Jesú með þessu eina hugtaki, uppfylling. Og það einmitt þessi hugmynd sem svo, flókin, þessi uppfylling bein lína? Starf Jesú bara svona lokakaflinn í sögu sem Gamla testamentið hóf að skrifa, þar sem allir fræður koma saman á, fyrirsjáanlegar hátt, eða erum við að horfa á eitthvað mun róttækara, kannski endurtúlkun sem tekur gamla texta og gefur nýja, jafnvel alveg óvænta merkingu í ljósi nýrra atburða? Ég tel að heildarmyndin sýni okkur meðvitað og samfellt ferli. Nýja testamentið ekki að finna upp á nýjum merkingum, heldur það að afhjúpa þá dýpstu merkingu sem var til staðar allan tíman. Atburðirnir að mínum mátu rökrétt niðurstaða þess sem á undan gengið. Ég kem að þessu annarri átt. Fyrir mér þetta bara ekki alveg svona einfalt. Ég held að höfundar Nýja testamenti séu snjallir og skapandi guðfræðingar sem umrita og endurskilgreina eldri vonir. Þetta samband einkennist í jafnmikið af rofi og samfellu. Gott og vel. Byrjum þá á upphafinu, eða því sem Matteus guðspjallamaður setur sem upphaf á starfi Jesú, vitnuninni í Jesaja spáman. Matteus segir berum orðum að Jesús hafi sést að í Kapernám til þess að spádómur Jesaja rættist. Land Sebúlons og land Naftali, þjóðin sem í myrkri bjó, sá mikið ljós. Þetta ekki tilviljun kernd tilvísun, þetta yfirlýsing. Matteus sér beina línu frá spámananum til Jesú. Ljósið sem var lofað nú komið fram. En þarna verðum við að staldra því, við verðum að skora þennan spádóm í sínu upprunalega samhengi. Þetta ekki bara einhver svona almennur texti myrkur og ljós. Jesaja að tala inn í grafalvarlega pólitíska krísu á 8. öld fyrir Krist. Assýriuveldið, risaveldið tíma að gleypa nágrannaríkin eitt að öðru. Sebúlon og Naftali voru fyrstu landsværin í Ísrael sem hjallu. Okið sem á þeim hyldi var raunverulegt hernámsvald. Spáðumurinn var því áþreifanlega vonum pólitíska frelsun, líklega bundin við fæðingu nýs konungs, sennilega Hiskja, sem myndi hrista af sér þetta assýriska ogg. Ég skil vel mikilvægi sögulega samingisins, en það ekki einmitt eðli spáðóma að merking þeirra geti verið marglaga, að þeir geti átt við samtímaatburð en jafnframt innihaldi fræ sem spíra síðar. Ég líti ekki á Hiskja sem lokasvar heldur sem fyrirmyndaða, ef svo má segja, forskugga þess sem koma skildi. Orðalagið sem Jesaja notar, friðarhöfðingi, undraráðgjafi, eilíðarfaðir, svo hátimbrað og stort að það værðist varla geta átt við nokkun jarðneskan konung. Matteus ekki að rangtólka textan, hann að halda því fram að hinn endanlega og dýpsta merking þessara stóra orða hafi loksins opinberast í Jesú. En ekki hætta á að við séum þá segum, sögulega skekkju, að við séum að lesa okkar eigin síðari tíma guðfræði inn í hebresku ritningarnar og í raun þagga niður í þeirrar eigin rödd. Til að skilja Jesaja verðum við fyrst að virða hans heim. Þegar Matteus tekur þennan staðbundna pólitíska spádóm og heimfærir hann á Jesú í andlegum og heimsandalegum skilningu sem túlkar hann ekki lengur sem vonum hernaðarsigur, heldur sem fyrirheitum endalega leist mannkins frá synd og deyða. Þá það risastórt túlkunarstök. Það skapandi, en það ekki bein framvinda. Hann að gefa textanum alveg nýtt innihald. En ef spáðómurinn hefði aðeins átt við Hiskja og Assýríu, af hverju heldur að hann hefði lífað áfram í minni þjóðarinnar með slíkum krafti öldum saman? Kannski vegna þess að fólk fann á sér að hann fjallaði eitthvað meira, dýpri þörf fyrir lausn en bara frá erlendu hervaldi. Matteus því ekki að breyta mikkingu, heldur að fullkomnana. Ljósið sem lýsti yfir Galilíu var ekki bara lausn frá Assýriumunum, heldur lausn frá myrkri dauðans sjálfs. Ég held að þú vanmetir hversu róttæk þessi breyting Það grundvallar munur á vonum nýjan konung sem tryggir sjálfstæði ríkisins og vonum frelsara sem sigra dauðan. Þetta ekki bara svona stækkun á myndinni, þetta alveg ný mynd. Þegar Páll skrifar til safnaðarins í Korintu sem var rifin í sundur af deilum. Fólk var farið að skipta sér í flokka.
Ég tilheyri Páli, sögðu sumir. Ég tilheyri Apollósi, sögðu aðrir, en Apollos var mælskur og lærður fræðimaður frá Alexandríu. Sumir heldu sig jápil við Pétur og Pál spyr þá beint út. Er Kristur þá sundurskiptur? Fyrir honum svarið augljóst, nei. Þessi einingi Kristi tegar orðin veruleiki. Deilurnar þeirra eru því ekki bara óheppilegar, það eru guðfræðilega fráleitar. Það afneita því sem Kristur hefur þeirrar gert. Þetta endurómur af hinum forna klofningi Ísraels og leysnin sem Pál boðar einmitt uppfylling þeirra fónar einingu. Ég ekki samferður. Fyrir mér sýnir þetta bréf einmitt hið gagnstæða. Það sýnir að þessi svokallaða uppfylling ekki fullunni staðreynd, heldur viðvarandi barátta. Koma ljósins eyði greinilega ekki öllu myrkri mannlegra breiskleiki og valdabaráttu. Það sko sláandi að aðeins fáeinum árum eftir stofnun þessa safnaðar skulu fólk vera komið aftur í sama farið að fylgja sér á bak við mennskan leiðtoga og mannlega visku, nákvæmlega það sem Pál segir að krosskrists afneiti. Þetta sýnir að Guðs ríki sem Jesús boðaði í nánd en ekki á fullu orði að veruleika í mannlegum samfélögum. Boðskapur Páls ekki yfirlýsing að öll vandamál séu úr sögunni, heldur hann örvæntingarfullt kall til nýs líffernis sem gengur þvert á allt sem fólki eðlislegt. En þú ert að einblína á vandamálið í Kórintu, ekki á lausnina sem Pál bendir á. Vandamálið ekki fagnaðarerindinu, heldur í því að söfnuðurinn hefur ekki meðtekið það. Pál ekki að segja að uppfyllingin hafi mistekist, hann að áminna þau að lifa í samræmi við þann veruleika sem þegar hefur verið skapaður í Kristi. Grundvallurinn að einingunni lagður. Þetta ekki vísinding rofmilli fyrirheits og veruleika, heldur ákallum að lifa samkvæmt þeirri samfellu sem Kristur hefur komið á. En sú staðreynd að þörf á svo áköfu ákalli sýnir að þessi samfella ekki sjálfgefin. Hún krefst stöðugra endurnýjunar og nýra túlkunar. Það ekki eins og formklofningur hafi verið leystur og allir lifi nú í fullkomni einingu. Þvert á móti. Gömlu mannlegu mynstrin koma strax aftur upp á yfirborðið. Pall að reyna að innleiða nýjan hugsunarhátt sem í andstöðu við eðlislægar leiðir, ekki bara að minna á gamalt lofórð sem hefur ræst, hann að kynna róttæka nýjung, samfélag sem byggir ekki á valdi eða visku, heldur á heimsku krossins. Í Sálmi 26 heyrum við þessa tímalausa játningu. Drottin ljós mitt og hjálpræði, hvern ætti ég að óttast. Drottin vígi lífsminns, hvern ætti ég að hræða. Þetta svo sterk yfirlýsing traust. Orðalagið persónulegt, mitt og minns, en í sálmunum stendur ég oft fyrir alla Ísraels þjóðina. Þetta traust á Guði sem verndara lífsins rauður þráður í gegnum alla sögu Ísraels. Ég sé þetta traust ná hámark í Jesú sem holdgerfingur þessa ljós og hjálpræðis. Það bein og óslitin samfellda í þessu trausti frá sálmaskaldinu til kristins manns. Nei, þarna ég bara ósammála. Aftur held ég að við verðum að gæta samhenginu. Þegar sálmaskáldið segir ég mun sjá gæði drottins á landi lifenda, hvað á það við? Í heimi Gamla testamentinsins vísaði þetta til þessa heims. Þetta var bæn að lifa barðaga, ná sér af veikindum, sjá óvinnu sína sigraða, að upplefa blessun Guðs hér og nú. Þetta var áþreifanleg, jarðbundin von. Og hvað að því? Það ekkert að því en það ekki sama vonin á kristin trúboðar. Kristin von grundvallarlega mótuð af einum atburði, upprissu Jesú. Hún snýra sigri yfir dauðanum sjálfum og vonum eilíft líf. Þetta von sem eskatológisk, hún beinist að endalokum sögunar og nýjum heimi. Að leggja þetta tvennt að jöfnu, vonin sigur á vígvellinum og vonin upprissu frá dauðum að einfalda málin stórkostlega. Það að hunsa þá guðfræðilegu byltingu sem átti sér stað. Trú Davids konungs og trú Páls póstola skildar en þær bara ekki samljóða. Ég sé ekki þessa andstæðu eins skýrt og þú. Fyrir mér kjarnir sami. Traust á Guði sem uppsprettu lífsins. Fyrir salmskaldið var það von að lifa af ógnir þessa heims. Fyrir kristna það von líf sem nær út yfir gröf og dauða. Nýja testamentið dýpkar og víkkar þessa von en það afnittar ekki. Það ekki rof, heldur fullkomnun.
Drottin sem var vígi lífs Davíðs sá sami og reis upp frá dauðum. Þetta ekki ný von heldur hinn sanna og endanlega mynd af þeirri von sem alltaf var til staðar. En það bara dýpkun þegar merkingin breytist svo grundvallalega? Að breyta landi lifanda úr þessu heimi yfir í hinn næsta. Það ekki bara smávægileg breyting. Það algjör endurkvörðun af því hvað þýðir að vona og trúa. Nýja testamentið tekur myndmál og hugtök úr gamla testamentinu eins og ljós, konungur og líf og fyllir þau nýri kristólógiski merkingu, sem sagt merkingu sem snýst öllum persónu Jesú Krists. Það magnað og áhrifamikið guðfræðilegt ferli, en það ferli endurtúlkunar, ekki bara uppfyllingar. Til að draga þetta svona aðeins saman, þá mín sýn sú að þegar við lesum þessa texta saman, frá Jesaja til Mattheusar, frá Sálmunum til Páls, þá sjáum við samhangandi frásögn þar sem þræðirnir koma saman. Þráin eftir réttlátum koningi, vonin ljós í myrkrinu, þörfin fyrir einingu og trustið á Guði sem vígi lífsins, allt þetta finnur sitt endalega og samræmda svar í Jesú. Þetta eins og symfónía, þar sem stefin sem heyrast í fyrstu hreyfingunni ná fullum þunga og upplesn í þeirri síðustu. Mín niðurstaða önnur. Ég sé sambandi frekar eins og jazzbúnið tónlistaramaður sem tekur gamalt og þekkt stef og nota þá sem grunn til að skapa eitthvað alveg nýtt og óvænt. Höfundar Nýja testamentinsins voru ekki bara skrásetja uppfyllingu, þeir voru skapandi túlkendur sem lasu sínar eigin helgu ritningar í því umbreytandi ljósi sem reynsla þeirra á Jesú var. Þetta ferli fór í sér jafnmikið að nýsköpun og rofi við í gamla og það fór í sér samfellu. Á endanum sýnir þetta okkur kannski að helgir textar eru ekki stöðugir minnisvarðar. Þeir eru lifandi skjöl sem hver kynslóð les og endurmyndar í ljósi sinnar eiga djúpstæðu reynslu. Sagan og Jesú var svo áhrifamikil að hún ekki bara uppfyllti fortíðina, hún endur skilgreindi hana frá grunni. Við virðumst þó vera sammála eitt grundvallaratriði að án þess að skilja heim og vonir hebresku ritningana ómögulegt að meta til fulls hversu djúpstæður og róttækur boðskapur frumkristninnar í raun og veru var, hvort sem var að ræða uppfyllingu eða nýsköpun. Nákvæmlega. Og það kannski það sem gerir þessa umræðu svo heilandi. Þessar ólíku hlíðar sýna hversu ríkulegt og margslungið efnið Þær kafa okkur til kafa djúpra, ekki bara í textana sjálfa, heldur í þá grundvallarspurningu hvernig trúarhefðir voksa, túlka og endurskapa sinnar eigin grundvallarsögur í tímans rás.